Umræðuna þessa dagana. Það hafa allir tekið eftir þessum ákvörðunum sem voru teknar í vikunni. Í gær, já, og breytingu á staðarvalinu. Það kom fram í gær, nákvæmlega. Hvað finnst ykkur þetta mál? Nú eru þið nýbúnir að standa í landsmótshaldi á Hellu. Og hvað finnst ykkur þetta? Þetta náttúrulega bara leiðindamál, sko, í alla staði. Og kannski ekki spurning staðarvali, heldur bara spurning vinnubrögðin. Búið að skrifa undir viljayfirlýsingu við Skagfirðinga og svo núna... Og ekki klárað? Nei. Og virðist ekki hafa reynt að ná samningu við þá. Við skiljum þau sjálfum vel ef þeir hafa ekki getað fjármagna stefnt undir landsmótið, en það var aldrei látið reyna á það. Eiga við þá. Þú er aldrei gefið tækifæri á því að sýna hvað þeir hafi farin að bjóða? Eða hvað þeir séu tilbúin til að leggja til að halda landsmót fyrir norðan? Hversu auðvelt að halda landsmót? Ekki auðvelt. Það ekki auðvelt en samt auðvelt því að það náttúrulega nokkuð fast form. Þannig að það keppnisvöllur og 2 keppnisvellir. Við þurfum að hafa áhorfendabrekku og við þurfum að hafa svæði sem tekur á móti öllum fjöldanum. Og aðstöðu. Bæði fyrir náttúrulega knapa og áhorfendur. Síðan það þarf að vera eitthvað sem er með þaki til að fyrir sölubása og veitingar. Og þannig að það heilmikið umfang að halda landsmót en flókið, ekki flókið. Ég held að þeir sem hafa haldið mót, það sé náttúrulega það sem bætist ofan á er svona að hafa aðeins ofan af fyrir áhorfendum en mótahaldi sjálft kannski ekkert svo endilega flókið en það kostar mikla tækniviðburði og myndavélar. Það náttúrulega stór kostnaður. Svo alltaf skiptir bara veðrið höfuðmáli eins og búið að sanna sig. Ekki mjög heppin á Hellu undanfarin landsmót. Það náttúrulega bara stór þáttur sem við stjórnum ekki. Sko. Allt hefur verið að heppnast einhvern veginn. Og ég held að sé bursi alveg saman hvort það sé í Reykjavík eða vindheiðarmönnum með Hellu að þetta skiptir veðrið alltaf máli. Skiptir alltaf máli. Það er verið að tala rekstrarlega hliðinni varðandi sveitarómantíkina eitthvað svona. Ég meina, hvað finnst ykkur? Hvar viljið þið vera á næsta landsmóti? Landsmóti geta alltaf verið skemmtileg hvar sem eru. Ég meina, það var frábært landsmóti í Reykjavík og ég efast ekki að Sprettar geta haldið fínt landsmót en málið er það að hafa búið að skrifa undir viljayfirlýsingu við Skagfirðinga. Það er svona málið snýst svolítið það. Það snýst ekki hvar við viljum vera. Ekki hvar við viljum vera. Ég vil helst bara vera heim í túninu, sko. Sjálfsögðu, menn það vilja allir fara heim og fara sem styðst. Það kostar minnst fyrir það sem að fara. En aðferðafræðin er kolröng. Og það þarf bara að fylgja því eftir að það verði lagað. Hvað sem verður svo gert eftir þing. Ég meina, það er bara þeirra sem að taka við að vinna úr þeim málum sem að liggja fyrir þá. Haldið þið að þetta sé endanleg ákvörðun að mótið verði ekki á vindamölu? Heldur þið að ákvörðun verði breytt hér á þinginu? Ég held að það sé mjög erfitt að tjá sig það. Það er ómögulegt að segja. Já, það er ekkert hægt að ákveða það hér og nú. Það er margt sem á eftir að fara fram á þinginu. Nefndirnar eru að fara á stað. Þar verður náttúrulega haldið áfram og talar áfram og svo eftir að samþykkja fullt af tillögum varðandi landsmót. Og þeir búið að svara kannski fleiri spurningum verður auðveldara að svara því hvað verður framhaldið. Núna er svolítið hætt á því að þetta landsþing muni snúast svolítið þessa umræðu. Hvað er annað helsta mál í ykkar huga fyrir utan landsmótsmálið? Það er nú bara svo mýmarga tillögur svona, en þetta er alltaf málmáluna, sko. Þetta er málmáluna. Og þetta kemur til að lita þingið svolítið full mikið kannski. Hitt getur gleymst. Það þarf náttúrulega bara að passi að taka vel á öllum málum öllum tillögum sem eru bornar fram. Að það fari ekki í rauninni neitt í gegn sem á ekki að fara í gegn. Og passi að gleyma sig ekki í því til að geta bara talað landsmót. Hvað er helsta hitamál Geysismanna á þessu þingi? Hvaða tillögu viljið helst í gegn? Svona ekkert eitt hitamál frekar en annað. Það er bara að svona skynsamar tillögur fari í gegn. Það er það sem skiptir máli. Að tillögurnar hafi tilgang, ekki bara eitthvað sem að henta einum eða jafnvel tveimur. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel á þinginu. Takk fyrir.